Komiði sæl. Í þessum fyrirlestri ætla ég að tala konur, karla og náttúru í nokkrum skáldsögum eftir Gyrði Elíasson og Tove Jansson. Á árunum 2007 til 2018 gaf Gyrðir út 3 skáldsögur sem fjalla 3 karlkyns listamenn. Í Sandorbókinni er söguhetjan Málari, í Suðurglugganum rithöfundur og í Sorgarmarsinum fáum við tónsmið. Þetta eru heilmargar tengingar á milli þessara bóka og allir hafa karlarnir sem stundum virðast renna saman í einu og sömu manneskjuna, dregið sig út úr daglegu amstri og samskipti við annað fólk og einangra sig með náttúrunni og tilraunum sínum til sköpunar. Hér skrifar Gyrðir sig inn í og tekst á við 2 tegundir bókmennta sem gjarnan eru samtengdar. Annars vegar er hefð verka hlutskipti listsnillinga. Hér má nefna verk á borð við Dr. Faustus eftir Thomas Mann sem rithöfundurinn í Suðurglugganum les. Hann nær þó litlu sambandi við tragíska hetjufrásagnarinnar, tónskáldið og snillingin Adrian Leverkühn. Hin hefðin sem bækur Gyrðis tengjast eru skrif fólk sem einangra sig í kofum og beinir athygli að tengslum sínum við náttúruna. Ein helsta fyrirmynd slíkra verka er Walden frá 1854. Þar segir Henry David Thoreau frá því þegar hann ákvað að búa út í skógi í 2 ár, en hann taldi mannlegt samfélag komið langt frá því sem okkur væri náttúrulegt. Hugmyndin sem Thoreau lýsir í byrjun bókar er sú að við höfum í raun byggt okkar eigið helvíti. Við lifum til að vinna en ekki öfugt. Við erum þrælar eigna okkar. Kofadölin var tilraun í einfaldari lífstíl í nánari tengslum við náttúruna en Thoreau sótti meðal annars innblástur í austræna lífsspeki. Í þríleiknum eru ótal vísanir í listasöguna, málara, rithöfunda og tónskáld og nær alla karla, enda hugmyndin listsnillingin tengd afar karllegri hefð, þar sem konur eru viðfang listsköpunar karla. Hin hefðin, skrif samlífi með og virðingu fyrir náttúrunni, flækir aðeins málin, kannski ekki síst vegna þess að hefðir fyrir því að kvenkera náttúruna og nota hana sem viðfang í list, en jafnframt hafa konur mótað mjög umhverfisverndarbaráttuna og umhverfisverndar orðræðuna. Þá hlið ætti ég að fjalla nánar í dag. Í nýlegri grein í ritinu, tímariti Hugvísindastofnunar, leitast ég við að sýna fram á að verk Gyrðist bregða írónísku ljósi á karllægar áherslur þessara 2 hefða. Í verkum Gyrðist virðast konur stundum vekja veika von dapura karla að komast í tengsl við lífið, við aðra. En þær eru þó yfirleitt utan seilingar, fjarverandi eða fjarlægar, mögulega fjandsamlegar og jafnvel hættulegar. Rauðklædda konan sem málarinn í Sandorbókinni rekst reglulega á í göngumferðu sínum en nær yfirleitt aðeins að horfa á úr fjarlægð, ýmist vegna eigin framtaksleysis eða vegna þess að hún lætur sig hverfa, setur tóninn fyrir þríleikinn hvað varðar samskipti kynjanna. Frá fyrstu sýn gerir málarinn konuna að sjónrænu viðfangi. Hún er í samræmi við listhefðina tengd losta, lífi, hita, suðri, hinu dýrslega. Hann sér hana meðal annars fyrir sér stygga eins og hind úr suðlægari skógum. Hefðin boðar að málarar noti kvenlíkamann til að nálgast hennar lífskraft í verkum sínum, eins og kemur berlega fram í draumi málarans þar sem hálfnaktar konur hlaupa innan trén eins og skógardísir og umkringjan loks allsnaktar svo hann mundar pensilinn og segist munu mála þær allar, eins og í karlmannlegri tilraun til að yfirbuga og yfirtaka hamslausa líkama þeirra. Þær hlæja hins vegar og færa sig enn nær. Það sem átt að vera erótísk og valdsmannsleg sköpun listaverks verður að táknrænni geldingarsinu. Ég tek af mér hattinn í draumnum, segir málarinn og höfuðið fylgir með. Í eitt skipti sem málarinn og konan hittast er hlutverkunum samt snúið við. Og þá er það konan sem horfir á málarann líkt og hann sé dýr af sjaldgæfri tegund. Þar sem hann stendur með barðastóran hatt við trönur út í skógi eins og karikatúr af staðalímynd málara. Slíkar kómískar myndir af söguhetjunum eru víða dregnar upp í bókunum 3, ekki síst þegar utanaðkomandi sjónarhorn kvenna beinist að þeim. En hjá konunum er litla aðdáun að finna. Ég reyndi einu sinni að lesa bók eftir þig, segir afgreiðslukona á kaffihúsi við rithöfundinn í Suðurglugganum. Ég hætti fljótlega. Rithöfundurinn reynir að láta sem ekkert sé, en Virginia Woolf hefur bent á að í gegnum aldirnar hafi konur í óæðri stöðu sinni þjónað
eins og speglar sem gætir eru þeim töfrandi og unaðslegu eiginleikum að stækka mynd karlmannsins helming, sem útskýrir að einhverju leyti hve nauðsynlegar konur eru oft körlum og hversu báttir eiga með að þola aðfinnslu þeirra, hversu vonlaust það fyrir þær að segja þeim að þessi bók sé vond, þetta málverk ekki gott eða hvað sem vera kann, án þess að valda miklu meiri sársauka og vekja miklu meiri reiði en karlmaður myndi gera með sömu aðfinnslum. Því að byrjun að segja sannleikann skreppur karlmaðurinn í speglinum saman. Áhugaleysi kvenna listræn afrekssöguhetjana því eitt dæmi það hvernig hetjuleg ímynd karllistamannsins stöðugt afbyggð í öllum þríleiknum, ýmist með írónísku sjónarhorni að utan eða gegnum íróníska meðvitund listamannana sjálfra það hversu illa þeir falla að þessari ímynd. Listamenn Gyrðis geta ekki og vilja ef til vill ekki falla að þessum hugmyndum, en áherslan í bókunum á tengslaleysi þeirra við kvenfólk bendir til þess að þeir hafi samt sem áður ekki losnað undan takmörkunum hefðar sem byggir svo mjög á því að konur eru samsamaðar náttúrunni og gegna hlutverki hins. Konur eru hreinn og tær annarleiki, eins og Simone de Beauvoir orðar það í bókinni Hittkynið frá 1949. Þar vísar hún í kenningar Levi Strauss að skilyrði þess að flytjast að stigi náttúrunnar á stig menningarinnar hæfileiki mannsins til að hugsa líffræðileg vensl sem kerfi andstæðna. Í menningu okkar sé karlinn bæði sá jákvæði og hlutlausi. Konan birtist sem neikvæði póllinn. Beauvoir vísar í þessu efni til Hegels sem telur vitundina sjálfa í grundvallaratriðum fjandsamlega öllum öðrum vitundum. Sjálfsveran ákvarðar sjálfa sig einvörðungu í andstöðu við eitthvað annað. Til að skilgreina okkur þurfum við hinn. Þetta einmitt hluti af vist pólitísku að einhverju leyti fagurfræðilegu viðfangsefni bóka Gyrðis. Að ögra þessari aðgreiningu okkar frá og upphafningu yfir allt og alla í kringum okkur, hinn. Í sorgarmarsinum reyndar ekki aðeins hugmyndur jafnræði allra lífvera, dýra og plantna, heldur teljast lífvana hlutir, hvort sem eru náttúrulegir eða manngerðir, fullgildir þáttakendur með sína eigin og jafn réttháu rödd og framlag til allífs hljómkviðunar sem svo kölluð. Orðin milli trjánna eru eitt af endurteknum stefjum í verkum Gyrðis undanfarin áratug. Þau koma fram í Sandorbókinni og verða svo nafn á bæði smásögu og smásagnasafni. Milli trjánna verður til nokkurs konar handanheimur, svæði möguleika og annars konar tilveru en kapitalisma og yfirgangsmanna gegn umhverfi sínu og öðrum. Yfirgangs sem reglulega gagnrýndur í bókum Gyrðis. Það felst einmitt mjög ákveðin vistpólitík í því að beina athyglina að því að við lifum öll og hrærumst milli trjánna. Við erum hluti náttúrunnar, búum þar innan aðrar lífverur, bæði dýr og plöntur. Ádeila Gyrðis hefur oft beinst á ofbeldinu sem við beitum önnur dýr. Í suðurglugganum friðsælt landslægi fyrir utan glugga rithöfundarins í sterku ósamræmi við útvarpsfréttir sem lýsa því hvernig heimurinn logar í aftökum, umhverfislysum, spillingu og gengdarlausri peningahyggju. En þegar rithöfundurinn leiðir hugana friðsamlegu yfirborðinu í hinu mannlega samfélagi fyrir utan gluggan, glittir fljótt í undirliggjandi ofbeldi og yfirgang. Fólki í næstu húsum friðsamlegt, ég heyri lítið til þess, nema stöku hlátra yfir snarkandi grillum. Í gaslógunum sviðnar hold fórnardýrana, mennirnir virðast alltaf þurfa að drepa eitthvað, ef þeir drepa ekki hver annan. Þessi siðferðislega meðvitund mikilvægur þáttur í fagurfræðilegri stúdíu Gyrðis. Allar fréttir af heiminum sem berast hingað benda til þess að hann sé á síðustu eldsneytisdropunum, segir rithöfundurinn í suðurglugganum. Hvernig eiga listamenn og aðrir að bregðast við sífelldum umhverfisógnum sem beinast ekki bara mannfólkinu sem skapaði þær, heldur öllu sem deilir með þeim heimi. Reynslan sýnir að dómsdagsspár og ofsahræðsla hafa takmarkað gildi. En þannig hefur það lengi verið. Heimsendakenning trúarbragðanna lífseig, hún lúrir bak við veraldlegt yfirborð, nú á dögum það kjarnorka og gróðurhúsaloftslag sem sér að boða endalokin. Í staðinn þróa listamenn Gyrðis með sér stóíska afstöðu til heimsins. Strax í fyrstu bókinni, Sandorbókinni, vísað til rómverska stóuspekingsins Markúsar Árelíusar
og margt í hegðun listamannana verður skiljanlegra í ljósi stóuspeki en þeir dást til dæmis á öðrum lífverum sem taka stóískan þátt í hringrás lífsins. Lauftrén fella blöðin af rósemi, beygja sig undir lögmálin að hætti Markúsar Árelíusar en taka aftur við sér þegar sólin fer að hækka á lofti einu sinni enn, segir málarinn í Sandár-bókinni. Kai Whiting og fleiri fræðimenn halda því einmitt fram að áhersla stóuspekinnar og dygðirnar réttlæti, hugrekki, sjálfstjórn og visku sem saman varði leiðina að farsæld geti verið mikilvæg innlegg í umræðu samtímans sjálfbæra þróun og velferð. Þetta er Markús Árelíus. Þeir telja jafnframt að stóískur skilningur á umhverfisvandamálum leiði til viðurkenningar á því að eilífur vöxtur sé ómögulegur, hvað sem tæknilegum framförum líður. Að eftirspurnin eftir orku og efni sé ekki sjálfbær og hafi farið yfir þolmörk þessara plánetu. Sá skilningur feli í sér að viðurkenna að mannkynið er hluti af náttúrunni og að ríkjandi skammtíma sjónarmið í efnahagsmálum séu ekki í samræmi við hina náttúrulegu hringrás. Krafa stóuspekinnar efnislega framkvæmd áðurnefndra dygða ýti á iðkendur hennar að taka virkan þátt í samfélaginu og leggi þá siðferðislegu skyldu á herðar fólks að ögra sjónarmiðum nýklassískrar hagfræði og áherslu hennar á eignir eða aðra ytri þætti sem get ekki bætt ástandu nokkurs manns og geta jafnvel truflaðan í að breyta rétt. Markús Árelíus lýsir lífi sem flæðir hljóðlega þannig að það sé guðlegri tilvist líkast. Tónskáldið segist einmitt fyrst og fremst vilja frið til að semja. Hann vísar á brott þeim neikvæðu formerkjum sem hægt var að setja við það að draga sig út úr lífi og samfélagi mannana og ályktar jafnframt að rétt sé að hafa allar væntingar í hófi og lifa frá degi til dags. Það sama gildur málarann sem segir að flest skipti engu máli. Markús Árelíus varar einmitt við því að láta stjórnast af óánægju með núverandi ástand mála eða framtíðarhorfum. Eins og heimspekingurinn Svavar Hrafn Svavarsson bendir á, eru geðhrif stóíska vitringsins öfgalaus og skynsamleg og samkvæmt stóuspeki ekkert gott nema dygð og ekkert slæmt nema löstur, allt annað hlutlaust og ekki þess virði að bregðast við. Þótt að kunna virðast mótsagnakent þá auðveldast slíkt æðruleysi listamönnunum að viðurkenna eigin ábyrgð. Nótt eina halda ærandi misljómar liðinnar ævi, vöku fyrir tónsmiðnum, en smám saman færist yfir hann einhver óskýranleg ró, svo hann getur horfst í augu við sök sína. Ég brást við með því að loka á allt, ég brást, segir hann. Þá ályktun mætti styðja með tilvísun til stóuspekinnar. Því þótt áhersla listamannana á að vera óháðir ytri gæðum á borð við sölu, arð, frægð og frama, samræmist þeirri hugmynd að farsæls manneskja sé algerlega ónæm fyrir öllu sem kemur að utan, þá ganga listamennirnir líka svo langt að hafna öðrum manneskjum, þar á meðal sínum nánustu. Og þar lenda þeir í mótsögn við kenningar stóuspekinnar eignun, sem Svavar Hrafn Svavarsson lýsir svo. Til að tryggja lífi hlýtur náttúran að gæða kornabarnið frumstæðri sjálfsvitund og sjálfselsku, þeirri tilfinningu að barnið tilheyri sjálfu sér. Þessi kennd hvetur barnið til að leita þess sem stuðlar að eigin varðveislu og viðgangi. Það hér sem stóumenn tefla fram einu mikilvægasta hugtaki siðfræði sinnar, eignun. Náttúran eignar kornabarninu sjálft sig en eignun víkkar eftir því sem manneskjan þroskast. Í stuttumáli eignast hvað eina sem samræmist náttúrennar og gerir henni kleift að blómstra sem manneskja. Náttúran eignar manneskjunu einni foreldrennar og smám saman annað fólk. Þannig stígur manneskjan mikilvægt skref frá sjálfhverfu til þess að umfamna náungan. Lýsingin á þessu skrefi mikilvæg fyrir stóíska siðfræði, því henni ætlað að útskýra hvernig náttúrulegar frumkvættir brjótast úr viðjum sjálfhverfunar og leiða til virðingar fyrir náunganum til samfélagsdygða. Kai Whiting og félagar vilja útvíkka eignunarlíkan stóuspekingisins Híróklesar, sem byggist á því að sjá fyrir sér sammiðja en misstóra hringi sem breiðast út frá huga einstaklings. Innsti hringur hann sjálfur, síðan kemur hringur sem táknar nánustu fjölskyldu, annað sem táknar fjarskyldaleg fjölskyldu og svo fleiri sem táknar meðlimi sömu þjóðfélagshópa, þjóða, kynþátta og lokum allt mannkynið. Hírókles taldi mikilvægt að þrengja hringina sem mest til að minnka eins og mögulegt væri fjarlægina frá einum hring til annars og skapa þannig nánustu mögulegu tengingu við alla. Sem mesta eignun.
þó mesti velviljinn beinist óhjákvæmilega þeim sem standa okkur næst. Væting og félagar segja að markmiðið sé að uppgöta mannkynið í sjálfu sér og öfugt. Þeir vilja að auki taka það sem ekki mannlegt með inn í myndina og segja stóuspekin minni á þá siðferðislegu skyldu okkar að breyta á dygðugan hátt gagnvart öðrum og grípa til aðgerða þegar eitthvað ógnar dýrum, plöntum og hinu stærra umhverfi. Í því felist meðal annars viðurkenning á því að maðurinn sé ekki æðsta vera heimsins, þótt mannskepnan sé ef til vill sú skynsamasta. Listamenn Gyrðis eru reyndar afar meðvitaður stóra samhengið að þeir eru hluti af vistkerfi jarðar, sem að auki hluti af samspili fleiri himiltungla. Listamennirnir hafa þó brugðist þeirri mikilvægu skyldu sinni að umfaðma náungan. Þeir telja sig kannski geta stokkið yfir eða þeir hafi lagt það skrefað baki, sem gefur til kynna að eitthvað skortir upp á þroska skynseminnar hjá þeim samkvæmt mælikvörðum stóuspekinnar. Listsköpun þeirra hefur skipið þeim til hliðar á skjön við allt, eins og segir í Sandor-bókinni. Það rímar vel við ímynd hins þjáða og einmana snillings. Thomas Mann lætur til dæmis sögupersónu sína, rithöfundinn Tonio Kröger úr samnefndri smásögu, lýsa því að vera alvöru listamaður sé einangraður og undarlega ólíkur öðrum mönnum, beri svip af einangrun og útskúfun. Og allir hafa listamennirnir í Þríleik Gyrðis einangrað sig frá samfélaginu og lokað á sína nánustu. Rithöfundurinn vill enga ábyrgð og reynir að skýla sér á bakvið stóíska afstöðu í því skyni, bæði í líf og list. Andspænis líflausum sögupersónum sínum huggar hann sig með því að maður þurfi kannski ekki að kynnast fólki í skáldsögu, því það hverfur hvort sem inn í rökkur gleymskunnar fyrr eða síðar eins og við öll. Að firra sig ábyrgð gagnvart fólkin í kringum sig stríðir hins vegar gegn lögmálum stóuspekinnar og rithöfundurinn velti því seinna fyrir sér hvort hann sé einfaldlega haldinn andlegri nísku. Og ef til vill bitnar svo níska fyrst og fremst á listsköpun hans, þar vantar mannlega nánd. Ég held jafnvel ég klári aldrei þessa sögu, segir hann bókina sem hann að skrifa. Treysti mér einhvern veginn ekki til að láta persónurnar upplifa sögulókin. Mér finnst ég ekki vera þeim nógu nákomin til að leiða þér gegnum það sem vofir óhjákvæmilega yfir. Hér vert að benda á að í lok bókar Tómasar Manns viðurkennir Tonio Kröger fyrir vinkonu sinni, myndlistarkonunni Lísavetu Ívanovnu, að hið borgaralegi í fari hans sem hefur togast af miklu afli á við listrænt eðlans lýsi í raun ástans á meðbræðrum og systrum sem sé einmitt mikilvægasti þáttur listsköpunarinnar. Bókmenntafræðingurinn Hannelore Mundt telur að þarna stígi mann mikilvægt skref fagurfræðilega séð í átt frá lífsfyrirlitningu og í átt að tilfinningalegri þáttöku í lífinu, af löngun til að skapa, ekki listarinnar vegna, heldur til að ná sambandi við aðra. Að samaskapi vita listamenn Gyrðis að listin ætti að tengja þá við aðra og að maður er varla maður sjálfur nema í einhvers konar samspili við annað fólk, svo mótsagnarkennt sem það eins og rithöfundurinn í Suðurglugganum orðaða. Hann kemst að þeirri niðurstöðu að ekkert frost á hnettinum jafnast á við alkul mannesku sem snýr við manni baki. Það hafa listamennirnir allir gert við konurnar sínar og að samaskapi hafa þær snúið við þeim baki. En eins og tómsmiðurinn orðar það, tekur það grunnhljómin úr öllu saman. Svo hann verður alls ekki vissum að hann sé yfirleitt hér eða nokkur staðar. Það vantar jarðtenginguna sem fylgir því að vera meðvitaður sjálfan sig í líkama tengdum öðrum líkumum í sífelldu samspil og flæði, svo hann verður líkt og kyrrsettur bæði lífinu og tónlistinni, eins og segir í Sorgarmassinum. Ég held því fram að listamenn Þríleiksins komist ekki fram hjá þeirri grundvallarfirringu sem liggur í tvíhyggjunni sem skilgreinir helming mannkynsins sem hinn. Höfundurinn Gyrðir bendir hins vegar með vísunum til höfunda á borði Jakobínu Sigurðardóttur og Tove Jansson á mikilvægar tengingar textans við verk þar sem greinum á femíníska undirtóna í skrifum náttúruna og hinn. Meðal þeirra fáu verk eftir konur sem vísað til í Þríleik Gyrðis vetrarbók hinnar finnsku Tove Jansson. Safn smásagna í enskri þýðingu sem kom út eftir dauða Jansson. Þar meðal annars að finna smásöguna Íkornan sem kom fyrst út árið 1971. Þetta írónísk saga samband eða sambandsleysi konu við íkorna sem rekur á land á eyju þar sem hún dvelur ein við skriftir. Stemningi minnir að mörgu leyti á áðurnefnda dvöl Thoreaus í kofanum í Volden. Thoreau sækir meðal annars í austræna lífsspeki
Og hversdagsritúal konunnar í kofanum minna mjög á staðalímynd Zen munks sem notar hugleiðsluathafnir á borð við þá að sópa gólf. Hún byrjaði að sópa, vandvirk og róleg, henni líkaði vel að sópa. Þetta var kyrrlátur dagur án samræðina. Það var ekkert að verja eða til að ásaka einhvern öllu hafði verið ýtt burtu. Öll þessi orð sem gætu hafa verið önnur orð eða gætu einfaldlega ekki hafa átt við hér og leitt til mikilla breytinga. Nú var ekkert nema hlýtt kot fullt af morgunbirtu, hún að sópa og vinalegt hljóðið í kraumandi kaffi. Herbergið með sínum 4 gluggum var einfaldlega til og réttlætti sjálft sig. Það var örugt og að engu leyti staður þar sem þú getur hleypt einhverju inn eða útilokað eitthvað. Hún drakk kaffi sitt og hugsaði ekkert, hvíldist. Einangrunin á eyjunni gerir komu íkornans að spennandi viðburði og hún fylgist spennt með honum. En tilraunir hennar til að ná einhvers konar tengingu eða bara jákvæðu samlífi við þessa ófyrirsjáanlegu veru með sinn eigin þankagang og sem henni óskiljanlegur verða hálf kátbroslegar og rímað einhverju leyti við hinnar fáu tilraunir kallana í þríleik girðis til að komast í nánari tengingu við konur. Saga Jansson sýnir hinnar ýmsu rómantísku hugmyndir okkar náttúruna fyrst og fremst í írónísku ljósi. Í fyrstu túlkar konan komu íkornan sem verðlaun fyrir stóískan lífstílinn. Hann kom eins og til að verðlauna hana fyrir að hafa haldið ró sinni og ýtt öllu öðru út úr lífi sínu, segir í sögunni. En í raun raskar hann rónni, hann truflar hversdagsritúalinn og eyðileggur innri friðinnar. Konan ímynda sér einnig að samlífi hennar og íkornans á eyjunni muni einkennast af gagnkvæmri virðingu og þá finnst henni mikilvægast að hann verði ekki taminn. Hann eigi að vera villtur og með ekki borður hönd hennar, hann með ekki komin í kofan eða svara kalli. Þau myndu hvort sig lifa sínu eigin lífi og aðeins fylgjast með hvort öðru og viðurkenna hvort annað, vera umburðarlynd og virða hvort annað en að öðru leyti einbeita sér að eigin athöfnum, fullkomlega frjáls og sjálfstæð. Þarna sjáum við Tove Jansson, ljósmyndafinni með íkorna sem fylgir með þessari sögu. Ég veit svo sem ekki hvenær hún var tekin. Sagan verður tíma eins og dæmisaga ídealískt samlífi manna og náttúru. Íkornin og konan venjast hvort öðru og þróa milli sín ákveðnar daglegar venjur. Það verður þó allan tíman óljóst hvaða augum íkornin lítur samlífið. Við fáum aðeins sjónarhorn konunnar sem nýtir sér veru íkornans á ýmsan hátt. Hún býr til sín eigin ritúal í kringum hann, situr grafkyrr og horfir á hann og hvílir hugan á meðan. Hún skrifar einnig íkornan, bæði ímyndaða hluti og eitthvað sem hún hefur tekið eftir og finnur samlíkingar með sér og honum. Stöku sinnum skrifar hún meira sér andstyggilega hlutum hann sem hún sér síðan eftir og strikar yfir. Þegar konan áttar sig á að íkornin hefur búið sig í eldiviðarhlaðanum hennar, dregur hins vegar til tíðinda og vandamálin við samlífið hlaðast upp. Hún óttast að hafa raskað heimil hans þegar hún náði sér í eldivið og jafnvel þótt hún ákveði í framhaldinu að deila eldiviðarstaflanum í tvennt, flytja helmingin upp á kofanum sínum og gefa honum eftir hinn helmingin, þá rennur svo ógnvænlegi sannleikur upp fyrir henni allt sem hún gerir eða gerir ekki hefur afleiðinga fyrir íkornan og ógnar honum jafnvel þrátt fyrir hinn besta ásetning. Og litlar áhyggjur lætu staðinni, kannski notaði íkornin ekki bara ytri hlutar viðastaflan sem afdrep, heldur bjó innst í honum þar sem var alveg þurrt. Hún hafði brugðist rangt við. Í hvers skipti sem hún hafði hreyft viðarbút, hefði sá bútur geta verið þakið á heimili íkornans. Í hvers skipti sem hún lyfti einhverju, olli hún ef til vill truflun eða eyðileggingu. Konan fær óþyrmilega að kenna því að öll inngrip mannsins til að reyna að stjórna náttúrunni geta haft ófyrirsjáanlegar afleiðingar. Því næsta morgun kemur íkornin ekki eins og vanalega til að borða það sem hún setur út fyrir hann og greinilega algjörlega ómeðvitaður að hún vildi aðeins hjálpa. Á sama hátt konan ófær að skilja viðhorf íkornans til hennar og það sem hún gerir. Á endanum galopnar hún húsið sitt fyrir langan göngutúr og þegar hún kemur tilbaka situr íkornin á borðin hennar. Hann verður hræddur, brýtur síðustu vínflöskun hennar, bítur hana og hleypur burt. Hún öskraði af reiði í tómu herberginu, brölti síðan yfir glerbrotinu út á hæðina þar sem hún stóð og urraði að íkornanum. Aldrei hafði nokkur brugðist traustinnar eða misnotað óorða samkomulag á sama hátt og íkornin hafði gert. Hún var ekki viss hvort hún hefði rétt fram höndina til að strjúka dýrinu eða kyrkja það. Það skipti engu máli, hún hafði einfaldlega rétt fram höndina. Seinna brennur hún allt sem hún hefur skrifað íkornan og þótt hún haldi áfram að gefa honum, þá hættir hún að taka tillit til hans, reynir reyndar að trufla hann sem mest með því að hlaupa æpandi eyjuna.
Þegar hann rekur á endanum aftur burt það auðvitað táknrænt að það á eina bátnum hennar og að nú hefur hún enga tengingu við umheiminn. Í kjölfarið finnur hún mikið létti. Allar ákvarðanir höfðu verið teknar frá henni. Hún þurfti ekki lengur að hata íkornan eða skipta sér af honum á nokkurn hátt. Hún hafði enga þörf til að skrifa hann, enga þörf til að skrifa neitt. Allt hafði verið ákveðið og leyst á hinn einfaldasta hátt. Saga Jansson tekur á mörgu því sem Gyrðir fjallar í listamannaþríleik sínum, ekki síst togstreitunni milli þess að þarfnast einveru og þarfnast félagsskapar, sambýlis við aðra, sem manneskja og sem listamaður. Og þó tilraunir konunnar til að tengjast þessari framandlegu lífveru, hinum og eyjunni, virðist bæði gerða með hálfum hug og misheppnaðar, tekst konunni á sama hátt og málaranum í Sandorbókinni tókst að nota konuna sem hann hitti til að glæða lífi í málverk sitt, að nota þessa reynslu, þessa truflun og kyrlátu lífi sem innblástur í skriftir. Vissulega eyðileggur hún í geðsræningu allt sem hún skrifaði á meðan hún lifði í upphafinni blekkingu eðli þessa sambands við þetta villta dýr, en eftir að íkornin farin og hún hefur enga þörf fyrir að skrifa lengur, þá byrjar hún samt að skrifa sögu, af því þegar manneskju rekur upp á eyjun hennar. Ekki kemur fram hvernig sú saga hljóðar, en það má geta sér til að hún einkennist af raunsærri væntingum sambandið við hinn. Skáldið Gerður Kristný hefur rekist á ýmsar vísbendingar tengingar milli texta Tove Jansson og Gyrðis Elíassonar og hún fræddi mig líka það að smásagan Íkornin væri gjarnan talin eins konar forveri sumarbókarinnar sem kom út árið seinna, 1972. Sumarbókin inniheldur marga stutta kafla sem hver og einn geti staðið sem sjálfstæð örsaga og fjallar sumardvöl ungu stúlkunar Soffíu og ömmennar og eyju í finnska skerjagarðinum. Og þar saga köttinn Mappa, sem minnir einmitt á íkornan úr smásögunni sem ég var að lýsa. Sá köttur hreint ómögulegur, hann fer sínar eiginleiðir, sjálfstæður og blóðþyrstur, hefur engan áhuga á kúri og klappi, vill bara sofa og éta og því meira sem hann dextraður því viltari verður hann. En þótt barni Soffía fyllist örvæntingu og skipti jafnvel á honum og gæfari ketti þá áttar hún sig á því að Mappi þrátt fyrir allt sá sem hún elskar og vill fá hann tilbaka þótt hún vita að sambúð þeirra verði áfram ömurleg. Því gæfi og lati kötturinn í raun ekki eins og köttur. Aftur fjallar Tove því það hvað það raunverulega þýðir að bera virðingu fyrir villtri náttúru og lifi í sambýli við hana. En í sumarbókinni kveður hins vegar við femínískari tón sem ekki í íkornanum. Pabbi stelpunar líka á eyjunni, en í sögunum hann yfirleitt fjarverandi. Hann ýmist sofandi, á veiðum, í bæjarferð eða upptekinn við vinnu. Hann að reyna að passa upp á gamalmennið og óvitan sem með honum á eyjunni, en verður fyrir vikið fulltrúi feðraveldisins sem setur alls konar reglur sem verður nauðsynlegt að brjóta ef maður vill fá eitthvað út úr lífinu og vera sjálfstæð manneskja. Og þess vegna gerist allt sem áhugavert þegar hann sér ekki til. Annað feminist einkenni á bókinni að athygli beint að ólíkum viðhorfum kynjanna til náttúrunnar og umgengni við hana. Amman á í alveg sérstöku sambandi við náttúruna á litlu eyjunni. Hún gætir hennar án þess að vilja herja á hana, stýrinni eða raska of. Hún bendir sonardóttur sinni á að smá eyjur sjá sig sjálfar, en hún gengur samt á hverjum degi eftir ströndinni og fylgist með jurtunum koma upp og ef hún gekk fram á uppsparkaða mosa, þjappaði hún honum aftur í sitt rétta horf. Amman var ekki alltaf fullkomlega rökvís þótt hún vissi að það þyrfti ekki að hafa slæma samvisku út af smáeyjum sem sjá sig sjálfar, þá fylltist hún alltaf áhyggjum í þurrviðraköflum. Þegar rökkva tók gerði hún sér ferð út í kjarrið þar sem hún geymdi kyrnu undir elritrénu og jós upp botnvatninu með kaffibolla. Þannig gekk hún og skvetti vatni hér og þar sem henni þótti mikilvægast og kom svo kyrnunni aftur fyrir á sínum stað. Á haustin safnaði amman villifræjum í eldspýtustokka og síðasta daginn á eyjunni sáði hún þeim en enginn vissi hvar. Pabbinn virðist hins vegar fyrst og fremst vilja nýta náttúruna til að veiða til dæmis og stýrinni. Hér komnir inn þættir sem hægt væri að túlka sem vist femíníska, sem vekur upp spurninguna inn í hvaða umhverfis orðræðu Tove Jansson skrifaði árið 1972. 10 árum fyrr hafði Rachel Carson skrifað bókina Silent Spring sem var þýdd á íslensku árið 1965 undir titlinum Raddir vorsins þagna. Sú bók var gríðarlega áhrifamikil og sett að mörgu leyti tóninn fyrir umhverfisverndarbaráttu okkar samtíma. Í henni fjallar Carson áhrifin skaðlega skordýreiturs DDT sem í kjölfarið var bannað, en hún notar skáldleg tilþrif sem setja þetta einstaka dæmi í stærra samhengi.
Sögð saga fólki sem bjó eitt sinn í ljúfu samlyndi við náttúruna en spillti sjálft þeirri náttúru og eyðilagði þannig eigið líf og lífsskilyrði. Kallaði yfir sig hörmungar með andvaraleysi og yfirlæti. Myndmál bókarinnar felur í sér tilvísanir í kjarnorkuvána sem grúfði yfir heimsbyggðinni. Carson lýsir því til dæmis hvernig hvítt duft fellur af himni og talar aðgerðir óvinarins og nútímalegustu og skelfilegustu vopnin. Raddir vorsins þagna náði þannig til lesenda sem voru þegar uggandi yfir hinni nýju veröld eiturefna og kjarnorku, eins og Michael Smith, prófessor í umhverfisfræðum og heimspeki hefur bent á. Öll heimsbyggðin hafði reyndar lengi haft áhyggjur, ekki síst Tove Jansson sem óf á svipaðan hátt kjarnorkusprengjumyndmál inn í texta og teikningar í barnasögunni Halastjarnan sem fjallar múmínálfana og heimsendi. Hugmyndafræðin sem Raddir vorsins þagna boðar vísar að mati Michael Smith fram til pólitískra áherslna vistfeminisma, auk þess sem Carson varð einnig hvatamaður umhverfishreyfingar sem hefur að miklu leyti verið knúin áfram af konum. 7. og 8. áratugur síðustu aldar var tími mikillar gerjunar vistfeminískrar hugmyndafræði en flestir eru sammála að hún verði ekki til sem stefna fyrir miðja 8. áratuginn. Þó það væri þannig tímaskekkja að nota þennan merkimið á bók Carson, telur Michael Smith að með notkun myndlíkinga jafnvægi náttúrunnar hafi hún mótað sýn sem samræmist vel heimspeki vistfeminismans sem byrjaði að þróast áratug eftir að Raddir vorsins þagnar kom út. Rachel Carson leit á heiminn sem lífrænt kerfi, lifandi heild og taldi að nýting mannsins á því þyrfti að vera hinn fínasta jafnvægislist, nánast blíðleg. Lífrænt líkan hennar af tengslum manna og náttúru fól í sér skilning á náttúrunni sem lifandi, kvenlegri og lífrænni heild sem þyrfti sérstaka tegund umsjónar sem krefðist fullkominnar gagnvirkni í víxlverkun manna og náttúru. Að mati Caroline Merchant var stærsta vandamál vísindabyltingarinnar það að náttúran var endurskilgreind sem vél samsett af skiljanlegum stýranlegum hlutum. Karlvísindamenn litu á náttúrunni eins og kvenskas sem þyrfti að temja og stýra. Pabbinn í sumarbókinni fylgir þessum kynjahlutverkum einmitt af kostgæfni og hefur mikinn áhuga á að stýra náttúrunni vísindalega. Hann pantar blóm og tré frá Hollandi, plantar þeim og les sér til að þau þurfi vísindalega meðhöndlun. Hann hreinsar upp rýran jarðveg til að fylla uppi með aðkeyptri dökkri gæðamold, byggir skjólveggi og stíflu og leggur alla eyjuna net af plastslöngum í kerfi sem kænlega úthugsað þannig að vatn dreifist eyjuna eftir tegund og þörf jurtana. Samkvæmt vistfeministanum Caroline Merchant var hliðstæða milli þess að ríki yfir kvenlegri náttúru og að ríki yfir konum í samfélaginu og vissulega það einmitt pabbinn sem setur reglur fyrir móður sín og dóttur og eyjunni þótt að sér reyndar allt eins líklegt að þær brjóti gegn þeim leið og hann lítur undan. Emma Ledsberg sem leggur stund á svokölluð gagnrýnin fræði orðaði þannig að Carson hafi breytt því hvernig fólk leit á samband manna við náttúruna þegar hún tengdi umhverfislegt óréttlæti við samfélagslegt óréttlæti. Hér var að skapast jarðvegur fyrir það vistfemíníska viðhorf að karlveldið hafi skaðað bæði jaðarsetta hópa og umhverfið og það þurfi umhyggju kvenna til að græða rofið milli manna og náttúru eins og Michael Smith bendir á. Þetta einmitt svo afstæða sem vistfeministar hafa markað sér að glötuð veröld þar sem meiri gagnkvæmni var milli manna og náttúru og kvenna og karla hefði vikið fyrir margskonar yfirráðum karla og karlægra vísinda og það þýddi að konur og náttúra hefði þjáðst í sameiningu. Með því að halda því fram að konur væri eðli sínu tengdari hinum náttúrulega heimi hafa vistfeministar fært rök fyrir því að konur gegni lykilhlutverki í því verkefni að koma á meiri gagnkvæmni að nýju. Amman í sumarbókinni fellur að mörgu leyti vel að þessari vistfemínísku hugmyndum kvenlega náttúruvisku. Í kæruleysi segir hún sonardóttur sinni Soffíu frá hjátrú sinnar eigin móðurömmu og stelpan tekur áköf við hinni nýju heimsmynd sem opnast með alls konar hjátrú, andstæðu karllegra vísinda, enda eru kallarnir í fjölskyldunni ekki hjátrúafullir. Sannfærð að það geti einmitt orðið pabbanum að fjörtjóni að fylgja ekki alls konar fornum en óskiljanlegum reglum, fær Soffía ömmuna til að koma með sér og safna jurtum í seiði til að bjarga málum. Lýsingin á þeirri gönguferð þar sem amman rennur í raun saman við náttúru eyjarinnar og teikning Tove Jansson sem fylgir með undirstrika tengsl ömmunar við náttúruöflin, gróðurinn, sjóinn og fuglana. Tunglskilið endurvarpaðist af hattinum hennar og herðunum og hún hafði fullar gætur á örlögunum og allri eyjunni.
Það lék ekki minnsti vafi á að amman myndi finna hvað eina sem þörf var á til að afstýra ógæfu og dauða. Tove Jansson leikur sér hér með hugmyndir tengsl kvenna, náttúru og náttúruafla sem vísindin ná ekki að skýra, sem áttu eftir að verða mikilvægar í vistfeminismanum ásamt hugmyndum náttúrugyðjur. Amman hefur þó lúmst gaman af hamaganginum í pabbanum en í ágúst þegar fjölskyldan undirbýr brott frá eyjunni hún ána með að á þessum árstíma hurfu öll spor og ummerki og eyjan færðist aftur nokkurn veginn í sitt upprunalega horf. Amman fjarlægði allt sem var frá mönnum komið. Hún tíndi upp nagla og pappírsnifsi og tuskurefla og plast, olíumengaðar spýtur og dósalok. Hún fór niður í fjörun og kveikti bál og brendi það sem þurfti að brenna og fann allan tíman að eyjan varð hreinni og stöðugt ókunnari og afskektari. Hún hristir okkur af sér, hugsaði hún. Brátt verður hún óbyggð, næstum því. Þessi hugmyndum að við séum eins og óværa sem jörðin gæti og ætti jafnvel að hrista af sér hefur ítrekað skotið upp kollinum í umhverfisverndar orðræðinu undanfarna áratugi og meðal annars tekin upp í ljóðinu Hreinsun eftir Gyrði Elíasson frá 2012. Einhvern tímann kemur að því að plánetan fær nóg, tekur á sig snöggan rykk á ofurhröðum snúningi sínum og þeytir öllum þessum 7 milljörðum ásamt því sem tilheyrir út í myrkan geiminn svona rétt eins og þegar dýr hristir af sér óværu. Svo byrjar hún í róliheitum upp á nýtt að safna lífi. Þetta leiðir okkur að því að áherslu vistfeminismans hafa kannski aldrei verið mikilvægari. Rithöfundurinn í Suðurglugganum orðar það þannig. Ég man hvað ég óttaðist kjarnorkuvetur. Ég hef aldrei óttast neitt jafn mikið á hann. En nú víst ástæði til að óttast eilíft sumar. Jafnvel hér. Sumarbókin endurspeglar mörgu leyti tíðarandann í byrjun 8. áratugar síðustu aldar. Eins og áður sagði á amman í alveg sérstöku sambandi við náttúruna, hún hefur gætur á henni. En sögumaður textans líka afar meðvitaður að þetta hlutverk ekki án íróníu. Við fáum að vita að amman ekki alltaf fullkomlega rökvís hvað varðar viðhorfi til þess að vernda náttúruna eða láta hann í friði. Og stelpan og amman eru alls ekki lausar við áhuga á traktorum, nýjum vegum og öðrum spennandi framförum. Mikill húmor einkennir alla sögurnar og Tove Jansson fellur ekki þá gryfju að setja fram upphafna ímynd kvenna sem verndara náttúrunnar. Á sama hátt og raddir vorsins þagna vísar fram til vistfeminisma, vísar írónisk sýn Jansson og konur, jafnt sem kalla, fram til gagnrýni viðhorfa samtímans til náttúrugyðju hugmynda 8. áratugurins. Val Plumwood hefur fjallað ókosti þess að upphefja einfaldlega kvenlega eiginleika og samband kvenna og náttúru sem andsvar við kallægum yfirgangi gegn náttúrunni. Það endurvekir rómantíska hugmyndum að konur hafi sérstaka hæfileika til umönnunar, hluttekningar, samvinnu og nálæðar við náttúruna, ólíkt karlmönnum. Hæfileika sem réttlæti sérstaka stöðu kvenna sem auðvitað reynist alltaf staða hins undirgefna. Í stað engilsins í húsinu kemur engillin í vistkerfinu, segir Plumwood. Slíkur einfaldur viðsnúningur á tvendarkerfi feðraveldisins getur því auðveldlega haft í för með sér bakslag, til dæmis styrt hefðbundna eðlishyggju sem auðvelt þá að nota áfram til að réttlæta ýmsa mismunun á grundvelli kyns. Plumwood telur þó að sjónarhorn vistfeminisman sé mikilvægt til að draga fram í dagsljósið hvernig kúgunarkerfi, svo sem kynþáttahyggja, kynja mismunun og eyðilegging umhverfisins séu samofin og styðja hvert annað. Vistfeminismi einblín ekki bara á tengsl kvenna og náttúru, heldur síðan ítarleg gagnrýni á valdakerfi sem ógna náttúru og vistkerfi. Vistfeminismi síðustu aldar hefur tekið ákveðnum breytingum og viðfangsefnið hefur víkkað út. Nú talað femíníska vistrýni eins og til að undirstrika nýjar áherslur. Markmiðið þó áfram að hrekja aflóga hlutgerfingu náttúrunar og kvenna, en einnig annarra tegunda og opna nýja sýn á vistkerfið með því að rannsaka sameiginlega dýnamík mennskra og ómennskra líkama og náttúru og grafa undan annarleika sem byggist á tvíhyggju vestrænnar menningar. Kyn myndar grundvallar aðstæðu tvíhyggjunnar sem skilur á milli okkar og hins og því mikilvægt að leitast við að nýta til dæmis stóuspeki í umhverfis orðræðu samtímans að gera það út frá sjónarhorni femínískrar vistrýni.